Já, góða hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á 17. júní og 17. júní engin venjulegur dagur og þá rétt að hafa Rauða borðið kannski aðeins öðruvísi en flesta daga. Í kvöld gesturinn aðeins einn, Einar Már Guðmundsson, rithöfundur og skáld, og hugmyndin var svo að labba með honum, stikla með honum Íslandssöguna, stikla á svona ýmsu sem með góða móti var hægt að kalla byltingu. Ástæðan þess að mig langar til að gera þetta með Einari Má að hann hefur samið margan óð til 68 byltingarinnar, ungmennabyltingarinnar upp úr miðri síðustu öld. Hann tók virkan þátt í búsátabyltingunni og svo hefur hann skrifað bók Jörund hundadagakonung sem gerði hér skammvinabyltingu. Við ætlum að fara svona aðeins allar þessar þrjár byltingar sem ég hef nefnt, en líka fleiri. En það er kannski rétt að byrja bara á 68 byltingunni. Þú nú einn af þeim svona skáldum og rithöfundum sem hefur fjallað mikið þær breytingar sem urðu, sem má tengja við 68, sem má kalla líka menningabyltingu upp úr miðri síðustu öld, sem margt tilheyrir. Þetta líka í þínu skáldskap og annarra tengist oft líka svona breytingu sem á Íslandi, að Ísland sé að færast í átt að nútímanum. Hvað þetta svona, segjum við þá sem ekki upplifðu þetta, hvað þetta mikilvæg breyting í Íslandssögunni? Einar, þurfum við að vita eitthvað hana? 68? Já, sko, það náttúrulega hægt að nálgast þetta frá mörgum hliðum. Sko, ef ég byrja nú bara á sjálfum mér, sko, þá ég nú bara 13 ára þegar 68, það ár, sko, verð 14 og það náttúrulega ansi margt svona á seiði, bæði náttúrulega í þjóðfélagsveruleikanum heima hjá okkur og svo út á við, sko. Þetta var svona sko, eins og til að mynda vorið í Prag og innrásinn í Tékkóslóvakíu og óeirðirnar í París og svona, þetta svona hafði allt sín áhrif, sko, og tengdist auðvitað líka svona tónlistinni og því sem maður svona meðtók. Það að verða það að verða svona og það náttúrulega, það líka koma mjög sterkir straumar, sko, líka frá Ameríku, sko. Það svona kannski byrja aðeins á undan svona hippa menningin. Og síðan auðvitað, sko, á Íslandi það mikil ólga, sko, á vinnumarkaðnum. Síldin horfin og það mikið atvinnuleysi og fólk að flýja, það svona landflótti, fólk flytur mikið til Svíþjóðar og til Ástralíu og svona, já, og svo þetta náttúrulega í mínu dæmi svona, þetta náttúrulega þessi svona unglingsár, maður svona að breytast og sjálfsagt opinn fyrir breytingum og einhvern veginn svona talaði þessi ólga svolítið sterkt til mín, sko, og maður var ekki sjálfur þáttakandi eins og í Þorláksmessu bardaganum og en ég man til dæmis daginn, sko, til dæmis mjög greinilega dagurinn sem hægri umferðin var tekin, það var 27. maí þetta ár, það var byggt til hægri og þá voru, sko, sem sé herskipin hjá NATO herskipin sem komu, þau voru máluð og það voru svona uppákomur og þessar uppákomur tengdust auðvitað líka, sko, svona, það var alltaf verða svolítið svona
já, hvað er að segja, svona litskrúðugra og eins og hugirnir væru svolítið að víkka út, sko, eins og sást vel í tónlistinni og maður var líka var við þetta, sko, eins og í listum, sko, Zoom, þú veist, svona róska og svona uppákomur, flóki og svona, það var svona, og svo auðvitað til dæmis eins og þessi tónlist sem maður til dæmis sjálfur svona identifíseraði sig með svona rocki, sko, þetta svona, þessi menn voru oft að koma svona í kast við lögin og menn svona fylgdust með þessu, sko, og að sem sé og svo seinna þá tengist maður þessu nánar þegar maður gengur til dæmis þarna eins og í fylkinguna, en þá er sko í mínu tilfelli það svona upp úr 70, 71 og ég var líka, já, ég hafði verið þarna ég hafði búið þarna í Vogahverfinu og það var auðvitað líka, sko, ef þú tekur þetta hverfi, sko, þetta var svona stór skóli, rosalega stór skóli og það var sagt, sko, þegar voru flestir nemendur í skólanum, þá hafi verið 2000 eða þar bil og það er nú þá bara 1% af þjóðinni. Íslendingar voru 200.000 taldir þá og það fór ekki hjá því svona þegar maður fór að svona hugsa tilbaka, sko, maður sæi svolítið svona hvernig sko þjóðfélagslegu andstæðurnar spegluðust bara í eins og nemendunum, sko, það voru náttúrulega bekkirnir voru þeim að skipta eftir einhverjum svona sem sé gæðum og þegar þú hugsar út í það þá var þetta nú eiginlega bara svona í grófum dráttum stéttaskiptingin og en leið var líka auðvitað mikil gerjun, sko, eflaust í, sko, hjá skólayfirvöldum og svona í uppeldismálum og öllu þessu, sko, svona hvernig ætti að ala okkur upp og þetta er náttúrulega auðvitað líka þessi tími, sko, af því að, sko, hver er bakgrunnur þessa tíma, það er jú þessi svokallaða barnasprengja, sko, fæðist alveg ógrynja börnum og verður til þarna þessi líka þá svona unglingamenning. En auðvitað átti 68 sér líka náttúrulega eins og förum þarna þá til Parísar, að það átti sér þetta fyrst og fremst rætur auðvitað í að það var allsherjarverkfall og sama leyti var, sko, ólga í háskólanum og þegar þetta tengdist svona saman, sko, þarna verkafólkið og mentamennirnir og fyrir utan auðvitað allar þessar pólitísku hræringar sem voru á vinstri vængnum til dæmis, að þá varð úr þessi sprengikraftur. Og auðvitað er annað sem er ofboðslega mikilvægt baksvið í þessu, það er náttúrulega Víetnamstríðið, sem að auðvitað þessi ólga sem tengist 68, sko, stöðvaði, það urðu svona alþjóðleg mótmæli og það er nú sagt, sko, að sko það hafi eiginlega aldrei orðið síðan svona alþjóðleg samstaða í sama mæli og var þá. Fyrir en núna, það hefur verið að tala fyrir en núna, sko, það hefur oft komið svona vísar að því, en sem sé það er mótmælt Víetnamstríðinu, sko, er mótmælt allan heim og svona þá fer fólk svona líka svolítið að finna þá líka svona það sé svona það sem er sameiginlegt, sko, og já, þannig að það tengist auðvitað, sko, Víetnamstríði tengist það náttúrulega að við erum sem sé í NATO og það er herstöð og þannig að þetta fléttast svona allt saman. Er þetta að tala eða spyrja hvað er svona
ef að segja, pólitísk arfleið þessara ára? 68 og áran á eftir, villta vinstrið hérna á Íslandi, sem er kannski 8. áratugurinn líka og að fjara út svona það neyti. Er þetta spenda á eitthvað, hver er pólitísk arfleið þessar tíma eða þinnar kynslóðar? Þegar þú ert ungur? Já, einmitt eins og þú segir réttilega, þá sprettur upp úr þessu, fylkingin var náttúrulega til, eða sem sé æskulýðsfylkingin, sem upphaflega voru svona æskulýðssamtök sósíalistaflokksins og höfðu náttúrulega verið til alveg frá 1938, klofna síðan frá sósíalistaflokknum og Alþýðubandalaginu og verður svona þessi sjálfstæði hópur og verður svona dálítið ómótaður svona aðgerðahópur, svolítið með svona anarkísku ívafi, en allir straumar svolítið svona þarna innanborðs. Síðan verða til þessar hreyfingar sem svona voru kenndar við maóisma og þær voru 2 og jafnvel 3, þetta klofnaði svo ört og þessar hreyfingar voru auðvitað mjög áberandi á einmitt eins og þú segir á því sem við köllum 8. áratuginn, á milli 70, já, svona á þeim áratugi og hérna það er nú erfitt að meta og þetta er nú svolítið kannski merkileg spurning hvers vegna þetta svona gufar upp svona ég segi ekki jafn snöggt og það kom en það verður líka að hafa í huga. Það má eiginlega segja að það gufi upp því að kannski svona þessi róttækni á vinstri arminum náði ekki að hafa teljandi áhrif á meginstraumstjórnmálin, heldur einhvern veginn bara dóu sjálf til hliðarveru. Já, það voru náttúrulega dálítið að auðvitað þessir hópar margir úr þessum hópum sem við nefndum að þeir gengu eins og í Alþýðubandalagið eða einhverja aðra flokka eða urðu bara svona sóló, svo er náttúrulega mikið af til dæmis þú veist þetta fer út í friðarhreyfingarnar, herstöðvaandstæðinga, kvennarhreyfingin, þarna það voru til dæmis í fylkingunni rauðsokkurnar og þær fóru í þá hreyfingu og það var alltaf dálítil átök man ég sem snerust að svona þeir sem komu úr þessu ysta vinstri eins og fylkingunni að þær voru með þennan boðskap að kvennabarátta væri stéttabarátta og svo voru en síðan voru held í rauðsokkarhreyfingunni og sem síðan var kvennarhreyfingin, þær vildu sameina einhvern svona breiðari hóp, ég man eftir því og svona ég held og þarna voru náttúrulega svona konur sem voru dálítið svona á báðum vettvöngum eins og Guðrún heitin Ögmund og ég man að Guðrún, hún var svona svo fyrsta sem fékk mig, fyrsta skipti sem ég las upp, það var held í 1979, svona opinberlega á 1. maí hjá Rauðsokkarhreyfingunni í Þjóðleikhúskjallaranum og ég held að Bubbi var það líka og ég held að hann hafi verið að koma líka svona við vorum svona að byrja maður hafi verið eitthvað og það má segja þetta er nú eflaust bæði svona utanfrá og innanfrá sem þessar hreyfingar svona missa flugið til dæmis eins og fylkingin ég hef nú orðað þetta einhvern tímann þannig því réttara sem menn höfðu fyrir sér því færri hlustuðu á þá það var alltaf verið að finna réttu línuna og svo endar þetta sem sem sé að trotskíistar vinna og það er gengið í 4. alþjóðasambandi og svo eru alls konar deilur innan 4. alþjóðasambandsins og átök sem að
sko, og það var auðvitað, held ég, svona til lengdar mjög erfitt að sko fólk væri að lifa sig inn í það sko. Og þannig að sko mjög margir úr þessum samtökum sko fóru bara svolítið svona hver í sína áttina sko, sumir fóru að skrifa sko, eins og Dylan sagði, some are mathematicians, some are carpenter's wives sko, að menn fóru svolítið í sína áttina, en ég held að það lifi rosa mikið af sko, þetta hafði líka verið sko náttúrulega mikið í stúdentapólitíkinni, og það var þetta 68 átti náttúrulega mikinn þátt í að svona breyta skólakerfinu og svona og gerði það nú sko svona víðar en hér, og jafnvel með meira afgerandi hætti. Það verður svona koma ný fög og nýtt svona kennsluefni, og síðan verður þetta nú fljótlega sko fara menn nú að gera uppreisn gegn þessari uppreisn sko. Þú veist, eins og í svona pönkinu og fleira, og svo svona pólitískt sko, þá eru nú mjög margir sko sem sé fara bara í svona hefðbundna flokka, svona ýmiss konar alþýðubandalög, og það nefnir sko, það var hins vegar nokkuð, maður sá það nú nokkuð meira eins og hjá þeim sem höfðu verið í maóistunum sko, að þeir fóru bara sumir líka langt til hægri. Já, en þetta ekki sko, þetta ekki mjög skilt til dæmis að ef þú tekur til dæmis forsetann sem var á undan Macron, Holland í Frakklandi, hann var trotskíisti, og konan hans sem og Lula í Brasilíu sko, aðstoðarmennir hans kom úr þessari hreyfingu. Már Guðmundsson seðlabankastjóri. Og Már Guðmundsson seðlabankastjóri, og mér skilst að séu fleiri seðlabankastjórar sko. Þið trotskíistar eigið marga svona seðlabankastjóra. En ef við skoðum þetta, það er svona að segja að kannski áhrifin á svona meginstraumstjórnmálin eru ekki kannski mikil, nema að telja upp svona einstaka menn sem að seinna fóru í stjórnmálin, eins og Ari Trausti situr núna á þingi fyrir VG, sem að var mikill maóista, fór ekki hér árum. En það er það ekki kvennarhreyfingin sem að raunverulega, og rauðsóttarhreyfingin sem að raunverulega nær að hafa umtalsverð áhrif á samfélagið. Miklu frekar heldur en svona, ef þetta er spurningi að kvennabarátta er stéttabarátta, þá var árangur af kvennabaráttunni miklu minni af stéttabaráttunni. Það er, ég held það, ef þú tekur þetta svona út frá því, sko, út frá svona þróuninni, sko, síðan getur auðvitað talað áhrif á, sko, eins og á menningarlífið og fleira, sko, sem er svona það er svo, ég held að sé mikið af þessum áhrifum skilur annað, sko, þessi sem þú nefnir, sko, með kvennarhreyfinguna, þau eru mjög sýnileg. En svo síðan liggja þræðirnir ansi víða, sko, þó var náttúrulega líka, eins og í þessi barátta, eins og friðarbaráttan, það var baráttan gegn, sko, þetta hélt náttúrulega áfram eins og í baráttunni gegn, sko, hernum, sko, og þú veist, það voru til dæmis gegn kjarnorkuógninni, og þannig það var lengi vel alltaf eitthvað í gangi, sko. En svo var þetta náttúrulega líka, held ég að verða að segja, sko, að þessar hreyfingar köfnuðu náttúrulega svolítið svona í sínu eigin rifrildi, og þú veist svona að geta ekki svolítið svona sem sé tengst út á við og blómstrað, sko. Og það voru alltaf í fylkingunni var alltaf þessi straumur, sko, sem saknaði, þú veist, svona þessa svona gamla tímabil með aksjónum og dreifibréfum og svona uppákomu. Svona lykt af fjölritunarspritti. Já, má segja það, sko. Má segja það, sko. En
7. áratugurinn hérna út í heimi, hann einkennist af svona uppreisn æskulýðs, hugmynda að stúdentar og verkalýðurinn eigi samleið, en hann einkennir líka af réttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum og kvennabaráttunni. Og þá spurningin hvort að kannski tími þarna á eftir, því að ég var að leggja það til að kvennabaráttan hefði kannski haft meiri áhrif heldur en stéttabaráttan. Ég held að trotskistar hafi komist að því að það væri ekki hægt að stóla á stúdentana einhvern tímann þarna í 4. alþjóðasambandinu kringum 1980, að það yrði að snúa sér aftur til upprunans og Pétur Tyrfingsson sendur að vinna á Eyrinni og þar hundugötunum. En í kjölfari kemur líka réttindabarátta samkynhneigðra, aukin réttindabarátta fatlaðra, aukin réttindabarátta fólk með geðsjúkdóma, alls konar svona réttindabarátta sem hafði kannski ekki náð að eiga svona fósturheimili inn í verkalýðsbaráttunni fram að þeim tíma. Nei, nei. En við gætum kannski talað þetta sem svona mannúðar hreyfing eða mannréttindabaráttu byltingu sem á sér stað þarna á eftir sem að bara tvístrast yfir í margar kvíslar. Algjörlega sko og það má alveg segja það sko að svona það sem þeir voru til dæmis sko eins og trotskíistarnir sko það sem þeir voru að skrifa og í þeirra ályktunum, þá voru þeir mjög meðvitaðir þetta allt, allar þessar sko, sem sé hreyfingar svona, sem sé eins og samkynhneigða og réttindabaráttu svartra og allt það sko. Þetta var allt þarna inn í sko, alveg inn í því mengi sko. En sem sé sko, en það rifnar svolítið frá sko, menn hafa sagt til dæmis sko amerísku hreyfinguna, það var sko að þegar menn mæti á fundi hjá henni í Bandaríkjunum þá viti menn ekki hverjir séu frá FBI og hverjir séu í hreyfingunni sko. Þannig að sko það líka sko þessar hreyfingar það var ekkert gert alltaf auðvelt að vera til sko og Black Panther í Bandaríkjunum var bara ofsótt. Malcolm X og mikið af frelsishetjum svartra í Bandaríkjunum voru bara myrtir. Þannig að Ronald Reagan setti þjóðvarlið á hippana í San Francisco og var hetja hægrimanna fyrir vikið, þannig að það mætt úti allavega af umtalsverður hörku og raunverulega kæft niður og kannski má finna líkindi með því og hvernig var raunverulega tekið upp við Occupy Wall Street sem svona uppreisn sem mætt með mikilli hörku og brotið niður bara með ofbeldi. Og einmitt og algjörlega sko, þannig að þannig að svona sögulega séð sko, þá hangir þetta allt svona saman sko, með einum eða öðrum hætti. Og það náttúrulega alltaf þegar að sko, þú veist, þegar að blossa upp einhverjar uppreisnir sko, þá horfa þær alltaf aftur til einhvers tíma, skilurðu. Alveg eins og þegar þú sást þarna uppreisnina sem var á Tolkiens himneska friðar, skilurðu, hún bara svona keim af sko, þú veist, svona hippabyltingunni og 68 óeirðunum. Í Prag, hún var eiginlega lík því. Og þannig mætti sko, þannig að þetta náttúrulega, sko, þannig að þetta mætti segja þetta svona sko, að þetta væri svolítið svona dialektískt á þann hátt að þetta virkar svolítið hvert á annað sko. En það var þetta merkilegt sko eins og þegar það sko var komið hérna sko í sko búsáhaldabyltingunni þegar var verið að sko að þá var maður ekkert mikið var við að þessa arfleifð sko fyrir utan að voru náttúrulega margir sko róttækir en þá fannst manni svona oft vera sko þú veist, sko, fólki sem var að koma, það var einmitt að koma úr svona samtökum eins og þú nefndir áðan, sko. Og líka úr svona, myndi maður segja, jafnvel svona 12-spora samtökum og hérna það sem að, sko, þú veist, sko, já, og einmitt hreyfingum kannski, sko,
sem höfðu með svona geðmál að gera eða það sem menn höfðu svona verið að svona verið svona einhvern veginn að taka á sínum málum, sko. Henni tvístruðu mannúðarbaráttu nýfrjálshyggju áranna. En ég ætla aðeins áður en ég hleypir í búsáhaldabyltinguna, það þegar bakka aftur, að við vorum að tala stéttabaráttuna sem er þarna í 68, mjög róttækir flokkar sem að sækja til Marx-Leninisma, ýmsar útgáfur úr honum, en sem að kannski eftir á að hyggja þegar maður horfir í það, þá er þetta ekki blóma tímabil verkalýðsbaráttu og árin sem að fylgja þar á eftir. Og má ég halda því fram að upp úr þessu þá fari verkalýðsbaráttan að dofna, þegar Ásmundur er orðinn forseti ASÍ og leiðir til þjóðarsáttasamninga sem eru einkennast ekki af stéttabaráttu eða það sem kemur þess svona stéttasamvinna og hérna talaðu að það komi meira svona sérfræðingarnir fái meira veldi það er meira að koma aftur núna þessi aktífista tími. Já, þá ætla ég nefnilega að fara aftur í svona aðra byltingu og fara að leita að uppruna eitthvað sem við getum kallað kannski verkalýðsbyltinguna. Það er Alþýðusambandið stofnað 1916. Já. Og þau áhrif sem að sú hreyfing hafði, hún var náttúrulega mjög fjölþætt hreyfing, hún barðist fyrir hækkun launa en hún barðist líka fyrir bara veikindarétti, atvinnulausistryggingum, almannatryggingum, það að fólk fengi sumarfrí þar á götunum. Það barðist líka fyrir því að móta menningu sem að alþýðan gat lifað inn í, bjó til alþýðuhús í öllum stærri bæjum, hélt út í mikil útgáfu, menningar og fræðslusamband alþýðu, byggði alls konar svona hluti. Þetta er svona frá 1916 og kannski svona þegar þú ert komin að viðreisnarárunum, þá er kannski stærstu sigrar þessara hreyfingar eiginlega búnir, liðnir. Það er eiginlega á árunum bara fyrir stríð, og eftir stríð, þar sem að verkalýðsbyltingin, það að verkalýðir brjóti fram og skipuleggi sig, leggi fram kröfur sínar, að sigrar þessara byltingar eru kannski á fyrirluta síðustu aldar, eða hvað? Já, eflaust, og eflaust, það er náttúrulega líka, ef þú horfir á þetta eins og til dæmis út frá mínu fagi, þá eru til dæmis, þá eru nákvæmlega á þessum árum líka að fæðast svona á Íslandi nútímabókmenntirnar og Laxness og Þórbergur og þegar við sem sé það er í stað þess að verða til svona einhver svona stórskilur borgaraleg skáldsaga vegna þess að við erum svolítið seinna á ferðinni að þá verða þessar bókmenntir til dæmis mjög róttækar alveg frá upphafi og svona fjórði áratugurinn til dæmis eins og hjá Laxness svona þetta blómaskeið sem hefur síðan aftur alveg gríðarleg áhrif á hugsun og heimsmynd fólk sú þjóðfélagsmynd sem birtist í þeim verkum og sem eins og fyrir menn eins og okkur sem upplifðum það ekki sem upplifum það meira í gegnum foreldrar okkar og fortíðina og síðan í gegnum eins og bækur Laxness skilurðu og það er náttúrulega og af því þú varst að tala þegar við höfum alveg getað byrjað umræðuna þarna vegna þess af því að þetta tengist svona eins og til dæmis hvað mig áhrærir þú veist svona áhrifin frá þessum tíma að þetta er einmitt á sami tíminn og maður fer að meðtaka þennan boðskap og þá fer maður að fá svo ég segi nú aðeins svona frá svona persónulega á eins og eins og föðurfjölskyldan mín hafði upplifað þessa fátækt og basl með mjög áþreifanlegum hætti og einn föðurbróðir minn fór í borgarastríðið á Spáni og þessi eins og
í minni æsku, sko, þá voru svona sko, ég náttúrulega Bjössi Spánarfari, föðurbróðir minn, og svo Alli Spánarfari, þú veist, sko, þetta voru svona, sko, af alla voru sagðar endalausar sögur, sko, þetta var svona hálfgerð þjóðsagna minni, sko, menn töluðu tímann, sko, Alli þegar hann kom, sko, heim úr Spánarstríðinu, þá flutti hann frá konu sinni og hann bjó í píanókassa niður við Höfn, sko, og hjá pappa og bræðurum hans, þá var, sko, þegar við vorum að rifja upp atriði, þá var það annarkvort fyrir píanókassan eða eftir, sko, þannig að þessi tími auðvitað var, sko, fyrir manni, sko, og náttúrulega, sko, svona tími sem okkar líf dálítið hvílir á og þarna auðvitað, sko, þarna þú veist, þessi þjóðfélagsbarátta, sko, það er náttúrulega, sko, Alþýðuflokkurinn og svo kommúnistaflokkurinn, hann stofnaður 1930 og svo svo náttúrulega, sko, ekki stundum sagt, sko, að það var Jónas frá Hriflu, sko, sem einhvern veginn mótaði þetta allt og líka, sko, hann stofnaði, tók þátt í stofnun Alþýðuflokksins sem var Alþýðusambandið vorið og þá náði hann því fyrir árslok að stofna Framsóknarflokkinn og hann segjum að hann hafi búið þetta til, að það leiddi til þess að Framsóknarflokkurinn náði raunverulega völdum með stuðningi Alþýðuflokksins á 3. áratugnum og hann þurrkaði út þau stjórnmál sem borgarastéttin hafði áður geta haldið völdum á í Íslandi og sjálfstæðisflokkur, borgaralegi hluturinn þurfti að endurskipuleggja sig og endurskipuleggja sig í sjálfstæðisflokknum sem var stofnað 1930 minnum og það tók hann, sko, 10 ár að komast til valda, þannig að þessi, ef þetta hefur verið trix hjá Jónasi, að þá hafði það gríðarlega afleiðingar. Stjórnina vinnandi stétta og þarna auðvitað, þú veist, þarna auðvitað að gerast opaslega mikil þjóðfélagsþróun á stuttum tíma, skilur, einhverjum tímar, sko, og sem síðan náttúrulega, sko, svona kulminerar á vissan hátt, sko, í stríðinu með náttúrulega ennþá betri launakjörum og þá leið svolítið svona upplausn sveitana og flutningu sveit í borg og uppbyggingu Vogahverfisins þíns. Já, þar kemur Vogahverfið, þar kemur það til sögunar, sko. En að því þú varst að tala áðan hvernig svona tímar tala hvor við annan og að búsáhaldabyltingin hafi ekki kannski verið að tala við 68. 68, þrátt fyrir, sko, sigra verkalýðsbyltingarinnar, þá 68 líka sömuleitu uppreist gegn henni sem að var kannski of einföld manngildishugmynd og einföld hugmynd það hvað verið gott samfélag sem snerist á kröfum hinna fátæku bara öruggt húsnæði og örugga atvinnu og kannski kjarnafjölskylduna. Svo kemur inn í 68, þá vill fólk raunverulega fjölbreytilegri valkost og fjölbreytileg líf. Þannig að 68 kynslóðin líka uppreist gegn raunverulega, ef við getum kallað verkalýðsbyltingu. Jú. Þá verður náttúrulega uppreist gegn dálítið svona ákveðinni þröngsýni til dæmis eins og í Frakklandi í kommúnistaflokkunum og allt þetta. Svo náttúrulega líka hægt að horfa á þetta þannig að sko eftir líka seinna stríð, sko, þegar andspyrnuhreyfingarnar hafa sigrað fasismann, að þá eru róttæku öflin í samfélaginu svo sterk. Það munar eiginlega engu til dæmis að eins og danski kommúnistaflokkurinn sé bara með meirihluta í Danmörku og sama með þann franska í Frakklandi og óttinn við þessa byltingu, út úr því kemur þetta kompromiss eða þessi sátt sem við köllum velferðarkerfið. Það er að segja sem sé borgarastéttin eða borgarlöfin, þau gefa eftir. En ég held að sem sé í ljósi þess sem, og síðan hafa átökin snúist annars vegar að auka þennan ávinning
og síðan fyrir borgaraöflin að ná honum tilbaka. Já. Sem bylting nýfrjálshyggjunnar, sem við kannski ætlum ekki að ræða núna, en sannarlega bylting, það eiginlega gagn-bylting borgarastéttarinnar, það nýfrjálshyggja. Já, og það var einmitt að því út að tala þetta, þú veist, það sem var oft, það sem til dæmis einkenndi, róttækuöflin, að því þú segir, þú veist, þetta var oft, hafði snúist baráttuna fyrir frumþörfunum, fæði og húsnæði og því, það hefði líka, ríkt, skilurðu, ákveðin, þröngsýni oft í þessum flokkum, svona eins og gagnvart svona menningarlegri fjölbreytni og hinn og þessu, þannig að það verður svolítið svona, og samanber, þú veist, en það ekki beint, kannski, það ekki beint eins og á Norðurlöndum, sem að, kommunistarnir fá þetta hlutverk að gegna þessu sögulega hlutverki heldur frekar bara jafnaðarmenn, sósíaldemókratarnir, og þá nú alveg þekkt þessi þú veist, þessi barátta þeirra fyrir verkamanninn, komast í raðhús og eignast Volvo og skilurðu, og svo kemst sú einhvern veginn barátta á einhvern þann leiðarenda, sem að fer síðan að hola undan líka, undan jafnaðarmönnunum, þeir missa svona tökin á, og þeirra fólk verður svona kannski svona værukært búið að, svolítið búið að ná þessum árangri, og það hefur oft verið, þú veist, verið gagnrýnt, með sósíaldemókratana, hvað, þrátt fyrir þessa stórkostlegu sigra og þrátt fyrir jöfnuðinn og allt, þá ríkti ákveðið andleysi. Þessa gagnrýni, hefur, þannig að þeir náðu ekki einhvern veginn að halda fólkinu, af því að það vantaði þennan, og þetta hefur oft verið svolítið svona, já, af því að þetta nú kannski maður verið svolítið problemið í róttæku hreyfingunni, að hún hefur oft verið, verið í einhverri menningu, sem í rauninni íhaldssöm, skilurðu. Og já. Allavega ljóst á þessum árum þá tókst ekki sósíaldemókrötum á Norðurlöndum eða sambærilegum flokkum í Evrópu og Bretlandi. Tókst ekki að innihalda eða ná til sín og endurnærast á til dæmis kvennabaráttunni, á baráttu ýmissa flokka, heldur reyndust þeir vera raunverulega jafn íhaldsamir á þessu sviði eins og íhaldið. Höfðu jafnvel skömm á, þú veist, svona réttindabaráttu ýmiss konar, og líka sem að þetta sést svo greinilega á því, hvað það hefur verið auðvelt fyrir svona hægri öfgaflokka að ná fylgi frá þessum flokkum. Þarna eins og til dæmis danska þjóðarflokknum, svo dæmis í tekið. Og þá hafa þeir sótt sem sé fylgi sitt til jafnaðarmannana. Til lástéttarinnar. Lástéttin sé íhaldssam. Ertu að segja það? Er ég? Já, lástéttin sé íhaldssam, þess vegna takist danska þjóðarflokknum að ná atkvæðum sem áður tilheyrðu sósíaldemókrötum. Eða ég að segja að sem sé, að það hefur verið lagt upp með kannski allt og þrönga pólitík. Það hefur ekki verið, menn hafa ekki staðið sig í kannski miðluninni, svona pólitískt, Það líka þarna... Þetta allavega, skilur, ég ekkert að segja að þetta sé eitthvað allsráðandi og ég að segja að þetta sé allavega tilhneiging. Það líka sagt að kannski miðja síðustu öld að þá hafi orðið svona breyting á því hverju
skildu bæði hreyfingu og flokka. Áður var þetta fólk sem spratt úr harðri lífsbaráttu, þar sem stjórnmál eru bara upp á líf og dauða. En miðja síðustu öld þá þetta stýrt af fólki sem kannski tilheyrir millistéttinni í raun og þessi flokkar snúa sér æ meira að millistéttinni og Piketty hefur nú bara sýnt fram á þetta, að þannig var þetta sannarlega. Og maður heyrir ofta tala það að danski þjóðarflokkurinn og fleiri hægri flokkar hafi náð lágstéttarfylginu og verkalýðsfylginu sem að sósíaldemókratarnir skildu eftir vegna þess að þeir einfaldlega snéru ekki að þessu fólki. Kröfugerðir þeirra voru ekki lengur byggðar á þeim sem stóðu lakast og stóðu verst, heldur snerust kröfunar eitthvað allt annað. Nákvæmlega, það sem verður, þetta náttúrulega líka það sama og segjum Samfylkingin var gagnrýnd fyrir í hruninu, hún hafði ekki beint máli sínu neitt til verkafólks. Má ég pröfa að spyrja þig einu áður en við tölum búsáttarbyltinguna, ef þú skoðar tímana sem eru núna, því að núna, kannski sérstaklega eftir svona COVID, að þá meira rætt að COVID drægi fram stéttamuninn, miklu meira heldur en verið áður og það margt sem í COVID eins og það sé svona eitthvað töfraglera, allt í einu verður ljósar í stað á ýmsum málum. Þegar segjum að okkar samtími núna horfir aftur, hvort heldur hann horfir meira til 68 því að það vísa til þess að aldrei hafa götur Bandaríkjanna logað eins mikið síðan þá, eða til kannski það sem við vorum að tala áðan sem svona eins og verkalýðsbyltingu fyrri hluta 20. aldar sem að lagði fram kröfur að bæta kjör hinna verst settu. Erum við að horfa á báða? Erum við að horfa aftur á báða? Já, ég held að við séum að horfa á bæði, Ég held að til dæmis réttindabaráttan núna horfi líka mjög mikið tilbaka til réttindabaráttunar á 7. áratugnum, og ég held að sem sé alveg eins og þú segir, COVID hefur varpað ofboðslega skýru ljósi á svolítið stöðu mála og sem sé og það sem þú hefur skilurðu borgaralegu öfli sem segja að nú hafi menn samfélagi ekki efni á þessu og þessu, skilurðu það, skera niður kjörinn og fleira. Og svo sérðu hitt sjónarmiðið sem segir það ekkert annað í stöðunni en jöfnuður við þessar aðstæður, skilurðu, af því það svo augljóst að þetta bara einn hnöttur og hann einhvern veginn handöllum ef bara út frá svolítið svona common sense, Sem krafa sem líkar en 1917 heldur en 1968. Já, ég held það, ég held nú samt, ég held að oft, þú veist, það er dálítið erfitt að sjá það í núinu, hvað það er, ég held að eftir nokkur ár, þá sé hægt að því að þú eru líka að það í þessu samhengi að 68 horfði náttúrulega mjög mikið aftur til 1917 og önnur bylting sem var náttúrulega mjög áberandi þá sem var menningabyltingin kínverska þetta sjónarmið þó að sagan hafi síðan kannski sagt að það hafi verið Mao sem hélt í alla þræðina en þá var þetta sjónarmið að valdið kæmi frá fólkinu, valdið kæmi að neðan og þessi taka hlutina svolítið svona í eigin hendur og það liggja auðvitað alveg þræðir bæði auðvitað í pólitíkinni aftur til, þú veist eins og svona hreyfingar eins og anarkista-hreyfingar, þær eru náttúrulega alltaf til staðar og svo líka hvernig var horft á líka á bara 1917 og byltinguna og ef þú tækir þetta til dæmis út frá svona eins og
þetta er svo skýrt oft, sko, þegar þú horfir á þetta eins og í listum, sko, eins og fútúrisminn, sko, hvernig hann gengur aftur í svona öll völd til ímyndunaraflsins í 68-byltingunum og svo í punkinu, sko, No Future og allt þetta, sko, þannig að þetta sko, og það alltaf, meira sér alltaf til, sko, svona alls konar minni samtök eins og til dæmis situasjonistar sem hafa verið til alveg rosalega lengi og svona hafa svona ræktað þessa hefð. Þannig að sko ég held að þetta sé svona mjög ég held að sko svona sögulegi tímar sko tímarnir tali alltaf saman. En það er alveg rétt hjá þér sko. Það er alveg rétt sko að þessi svona brýnu vandamál sem eru sko bara eins og hérna sko sem sé atvinnuleysið, skorturinn, húsnæðisvandræðin sko, þetta rosalega svona sko svona konkrét vandamál skilurðu sem að ég held að eigi eftir að tengjast inn í þessa réttindabaráttu. Þetta margt fleira þarna á seyði en mótmælin sko gegn lögregluofbeldi sko. Það er svo mikil ólga. Mikil svona réttlætiskrafa á götunum. Það mikil krafa réttlæti og þegar við tölum þetta núna og erum að tala við hvað eigi að miða svona í sögunni, að þá held ég að það sé bara, sko, kannski það frelsið, en kannski það kreppa, að það voða lítið að miða við, sko. Þú veist, það ekki þessi gömlu forystuöfl sem voru til, þessi stjórnmálaflokkar og svona, þeir hafa ekki þetta sama hlutverk að gegna. Skilurðu, eins og segjum eins og ungt, kannski róttækt fólk, það ekki að sko ganga í stjórnmálaflokka, alveg eins og, segjum eins og 68 kynslóðin, hún fór öll í nokkra flokka, skilurðu, eða það var pláss fyrir þessar hugmyndir þar, að einhverju leyti, sko. Má ég aðeins skjóta inn að því að þú sagðist vera 13 ára 1968, þá hvarf síldin og var svona þokkalegt efnahagsáfall. En síðan lifðir þú eiginlega ekkert svona teljandi efnahagsáfall fyrr en bara hrunið 2008 og svo erum við núna að ganga inn í annað 2020, þannig að fólk sá sem var 13 ára 2008, hann 25 ára í dag og að fá sko aðra kreppu og búinn að fá á skömmum tíma margfalt sterkari högg í hausinn heldur að þú fékkst þarna 68. Heldur að þetta hafi áhrif, að raunverulega hafi kannski þín kynslóð raunverulega verið að hafa svona réttindabaráttu inn í samfélagi sem að hafði inn í sér einhverjar leiðir til þess að jafna þau út á meðan að núna kapítalisminn svo klikkaður og geðveikur að hvað skipti sem að kemur kreppa þá bara meiðir hann og meiðir og meiðir. Já, ég held að þetta sé eins og hagfræðingarnir segja, sko, þetta ein sviðsmyndin. Alveg klart mál, sko, að sko, það var náttúrulega, sko, þetta voru náttúrulega tímar auðvitað, sko, það sem var líka, sko, þú veist, það var verið að raungera í okkur, þú veist, svolítið svona drauma fátækafólksins, sko, að við gátum farið í nám og við gátum sem sé lifað dálítið það sem að, þú veist, svona eins og bara ríka fólksins áður. Kynslóðin hafði verið að berjast fyrir það sem að þessi harkalega verkalýðsbarátta, sko. Þú kannst vera að leita sjálfur, Einar. Þú fórst að leita sjálfur, eða ekki? Bara sem ungur maður. Þú fórst í nám til kaupmanna að leita sjálfur. Þetta gat ekki nema allra ríkasta fólk áður.
Já, nei, Þetta já, gat ekki nefnt á. já, ég meina á 19. öld skilur, ég meina það almenningur sem fer ellendis í nám á okkar kynslóð sjáðu, en ég meina á 19. öld sko þá hefðum við þurft að vera yfirstéttarmenn eða fangar til að komast til útlanda. Þannig að þetta er mjög áhugavert sko, og er þetta ekki eitthvað með það að sko menn tala að það hafi verið svona vöxtur í hagkerfinu alveg fram að 2008 sko. Já, það er þetta dregur úr vextinum sko á nýfrjálshyggjuárunum, en með svona stigvaxandi að þín kynslóð raunverulega upplifir það að allt sé á góðri leið og reikna líklega með að það muni halda áfram. Á meðan að kannski kynslóðin sem í dag, ég hef talað við svolítið að ungu fólki og það eiginlega á því að annarkvort sé svona bara flatliners eða þá bara hallandi brekka niður af því, í miður. Já, einmitt. Já, það er nú kannski, sko í minningunni þá voru náttúrulega enn alltaf, sko, þetta var náttúrulega rosalegur svona, þessi tími, sko, 8. áratugurinn og það, sko, það var þú veist, svona átök á vinnumarkaðnum mjög mikið og endalausir sko kjarasamningar en svona síðan var auðvitað sko svona pólitíska aktivitetir, það var náttúrulega voða mikið líka sem tengt þarna, já, þessum sem kallað var þjóðfélagsmál sem sé hernum og því sko, en líklega eru síðustu svona stóru verkföllin á almennu vinnumarkaði svona 78. Eftir það það raunverulega opinberir starfsmenn sem eru með svona róttækustu aðgerðirnar í kjölfar á því. Já, en það var líka sko, það var kannski eitt svona sérkenni sem dálítið áhugavert í þessu samhengi sem þú ert að tala að sko eins og þá sko á þessum tíma, þetta náttúrulega, þetta svona í sko milli svona 1970 til 76-7, að þá maður til dæmis eins og í fylkingunni þátt að selja eins og neista, eins og í bænum, og við fórum líka voða mikið eins og á vinnustaðina, sko, það var ákveðið svona samband við svona grunnplanið eins og við sögum, og þar fékk maður náttúrulega auðvitað svolítið, þú veist, bæði svona på gott og ont eins og ég segja, svona viðbrögði við því að vera til, sko. Og það var verið, þú veist, sko, við fengum að heyra allt, sko, ætti að fara með okkur í Laugardalsvöll og höfðu á okkur puttana og þannig að, sko, í mínu tilfelli þá lærði maður kannski bara svolítið að svara fyrir sig, sko. Og okkur var náttúrulega heldur ekkert endilega að tekið vel á sko vinnustöðum, sko, ekki alltaf, sko. Þú talar áðan búsáhaldabyltinguna, að hún hefði ekki horft aftur til 68. Hvernig, í svona samhengi við verkalýðsbyltinguna og kvennabyltinguna, 68-byltinguna, hvaða fyrirbrigði var búsáhaldabyltingin? Ég veit, já, sko, maður heyri nú, ég var að hlusta nýlega á þáttinn hérna hjá þér. Þá var verið að tala að þetta hefði allt snúist að sko fella ríkisstjórnina og fá kosningar. Sko það svolítið eins og við erum að segja, sko, eins og réttindabaráttan í dag, sko, það var kannski yfirborðið. Og sko ég held að stærsti lærdómurinn af búsáhaldabyltingunni, það er að segja ef það til eitthvað sem heitir lærdómar, að þá var sko þegar það var verið að tala, ég man ekki hvort að hún átti 10 ára afmæli eða hvað það var, þá var verið að tala þetta í þinginu. Og þá voru sko flesti stjórnmálamennir sammála það að þetta mætti ekki endurtaka sig. Og hvað var það sem ekki mátti endurtaka sig? Jú, að það var að gefa eftir. Og það að segja, sko, stóri lærdómurinn af búsáhaldabyltingunni það, sko, þetta hægt.
það að segja fjöldinn, fólkið, sko, eins og Patti Smith segir, people have the power, sko, þegar að, og það nú dálítið svona kannski von mannkyns, skilurðu, að svona fólkið hafi völdin og að fólkið geti með þessum fjölda og afli svona breytt heiminum, já, maður vonar á sem friðsamastan hátt, en það nú kannski fátt sem bendir til þess að sko ráðandi öfl láti völdin af hendi bara sí svona, en kannski ef að fjöldin svona svakalegur og þú veist, þeir bara sem sé stjórnin sem þá var við völd, hún gafst bara upp og boðaði til kosninga og það var kannski auðvitað sko, það má segja að það hafi auðvitað sko að það yrðu kosninga, það stabiliseraði svona ástandið sko og hérna en sko þá líka þess að geta sko að ég held að sú sko búsáhaldabyltingin var náttúrulega meira svona uppreisn og uppþot eða þannig, þetta var ekki, þú veist sko þetta var svo sjálfsprottið sem sé og þannig að það var erfitt að henda reiður á sko hvaðan þetta kom og líka hvert þetta fór og þannig að það var til dæmis engin sko, það var ekkert svona stjórnmálaafl sem leiddi þetta sko eins og þú veist eins og einhverjir framsóknarmenn eða miðflokksmenn héldu að Álfheiður Ingadóttir hefði stjórnað þessi gegnum síma þú veist það svo sko það veit allir það sko hvílík steypa það sko. Þannig að búsáhaldabyltingin var kannski lík bara grænu byltingunni í Íran gegn þegar hérna keisarinn fór og þá voru bara alls konar hópar í uppreisn og kom ekki farvegur fyrir en að Khomeini kom og stal byltingunni og kannski má segja að Sigmundur Davíð hafi verið sá sem kom inn í Íslands, það hafi stolið byltingunni. Já, sko þetta dálítið það er alltaf dálítið þessi tilhneiging sko þegar við erum að tala um söguna og þú veist svona sko hverjum þetta að kenna, hverjum þetta að þakka, þú veist eins og þegar menn sko, þú veist sko það segja að margir sko þetta sé Ólafur Ragnar í Grímsinn að þakka með Icesave og svona, en sko skilur sko það var fólki sem lét Ólafur Ragnar Grímsson gera þetta, þetta var ekkert sko einhver hugdetta sem Ólafur fékk til að vera sniðugur. Sko eins og menn hafa látið sko, og líka andstæðingar Ólafs hafa látið liggja að hann hafi bara verið að gera þetta til að auglýsa sjálfan sig og eitthvað svona. Sko, það er svo mikil þjóðfélagsumræðan ofta á svo lágu plani sko að það er verið sko og þegar verið svona gera þetta svona að persónur gera þetta á þennan hátt að þá oft horft framhjá sem sé kröftunum sem ráða, það var alveg Bessastaðir þegar þetta til dæmis það sem þeir skipulögðu einmitt Sigmundur Davíð og félag In Defense og fleiri sko og það var alveg gríðarlega öflug sko upplýsingaveita og síðan var bara fjöldin ekkert á því að borga þessar skuldir. Það var kjarni málsins og Ólafur bara hafði þau eyru til að hlusta á það sko. Það er oft, eins og þjóðin fá ekki að hafa sitt kredit í því að hafa fellt Icesave, hafa fellt ríkisstjórnir, það er oft verið að reyna að eigna þetta einhverjum einstaklingum. Já, þegar það er einmitt sko, þegar eitthvað miklu meira liggur á bakvið sko. Og oftast það þannig að sko ráðafólk gerir aldrei góðan hlut nema eftir mikinn þrýsting frá liðnum. Já. Ég kannast ekki við mörg dæmi svona góða stjórnmálamenn sem að koma fram einhverju góðum málum fram raunverulega á þess að neitt sé að biðja það sko. Þetta hefst allt með sko með baráttunni og það er einmitt aldrei sko og þar komum við kannski að sko þegar ef það hugsað út í sko baráttunni í dag og sko hvað hún oft svolítið svona
eins og við vorum að tala eins og í tengslum við búsáhaldabyltinguna og margt, sko, hún er svona sjálfsprottin og hún er líka í svona hópum og sko, og þegar það gerist eitthvað, skilurðu, að þá er ofta erfitt að skilurðu, sko, að vera á staðnum til lengdar. Það er ekkert svona kannski apparat eða skipulag sem tekur við fólkinu. Og það er alltaf gert svo mikið úr mótmælaaðgerðum hjá fólkinu, eða sem sé þegar fólk stendur eins og fyrir utan á Austurvelli eða það. En sko þegar þau mótmæli hætta, þá byrja mótmælin að inni sko hjá hagsmunaaðilunum og fleira. Og ef þú tekur líka hitt sko hvað sko samfélagið, eða sem sé auðvaldssamfélagið, er vel skipulagt. Það er með sín hernaðarbandalag, sína lögreglusveitir og alls konar efnahagsapparöt, sem funda eins og í Davos á hverju ári og svona sko, og er að pæla í málunum. Og þannig að þetta er óbúslega ójafn leikur sko. En hins vegar er það náttúrulega sko, hins vegar er það líka sko, þú veist, að þetta gamla sko, sko, já, að þegar fræðikenningin nær til fjöldans, þá verður hún efnislegu vandi eins og einhver spekingurinn sagði. Og þannig að sko, eins og ég sagði áðan, sko, lærdómurinn af búsáhaldabyltingunni, það er bara þetta eina, sko, þetta er hægt. Það er hægt, það er hægt að sitja af ríkisstjórn eins og að grípa í sígarettum, sko. Ok, það verður enga breytingar nema að líðurinn knýjar fram og einn ráðamaður getur ekki leitt fram byltingu og þá erum við eiginlega komin að fyrstu byltingurinn sem við ætlum að tala sem er bylting Jörundar Hundadagakonungs sem er einmitt tilraun eins manns án mikils fylgi. Það var ekki líður á götunum sem var að heimta þessa byltingu. Hvað var það í Íslandssögunni, bylting Jörundar Hundadagakonungs? Já, sko, þannig að það væri líka dálítið erfitt að tala líð á götunum, sko, því að það voru sko undir 500 manns í Reykjavík og það voru svona náttúrulega líka, þar var embættisvaldið og svona, og Jörundur hafði sko 8 manns í sínu herliði, en það voru hins vegar fullt af mönnum sem af einhverjum ástæðum sem sé lýstu yfir stuðningi við Jörund. Og Jörundur kemur sko með, eins og við vitum, með enskum kaupmönnum og þeir eru að nýta sér sko það að sko hvað Danmörk er veik í Napóleónsstríðunum sko, það er búið að kveiki í Kaupmannahöfn og Englendingar búin að taka af þeim flotann og þannig að þetta er mjög veikt heimsveldi á þeim tíma og þeir koma og ætla að brjóta niður, þú veist, þetta að við megum, sko það er að vísu búið að afnema sko einokunarverslunina en samt megum við ekki versla við aðra sko en Dani. Sem sé á þeim tíma og þeir koma með hellinga varningi og vilja versla og vilja líka kaupa eins og tólk og þeim er meinað það og þá sitja þeir sem sé trampi greifa frá völdum og svo er það spurningin hver á að taka völdin og sitja Jörund og hann sem sé af því menn segja sko hann tekur sér konungsvald, hann gerir það ekki að neinu öðru leyti en því að hann orðar bréfin svona eins og kongar gera, talar vér sko, talar sjálfan sig í fleirtölu og
og síðan gefur hann út sko alls konar yfirlýsingar hvað ég að gera og það dálítið skrítið sko sem bendir til þess að þetta hafi nú ekki verið sko einhver sjálfsprottin bylting sem gerist þarna á staðnum því að þeir eru með alveg svona yfirlýsingar og skrautletraða stefnuskrá og fleira en það ennþá eitt undarlegt í því að það nú alveg talið að þeir hafi haft svona umboð ákveðina aðila í Englandi til að taka völdin og þetta hafi átt að vera einn valdamesti maður Englands á þeim tíma, Sir Joseph Banks, sko vildi fá að Ísland yrði partur af Englandi en Jörundur sko og svo hefði líklega orðið ef að þar hefði við setið að þeir hefðu haldið völdum, að þá hefðu Englendingar komið. En sko í yfirlýsingunum sem Jörundur var með að það stóð allt annað í þeim en Englendingar vildu. Það að segja að þetta var miklu nær sko sjónarmiðum frönsku byltingarinnar. En Jörundur leit nú á sig sem andstæðing eins og Napoleons og fleira en kemur svolítið úr þessu sko það svona, þú veist, þeir kölluðu hann stundum Napoleon norðursins og það hvergi, ég ekkert viss hann hafi haft neitt á móti því, sko. Og sem sé Englendingarnir sem koma, Alexander Jones, sem sittur Jörund frá völdum, það líklega af því að Jörundur var farin að fara með þessa byltingu í einhverja allt aðra átt en þeir hefðu viljað og síðan var náttúrulega sko, svo náttúrulega þetta pæli í því sko hvaða voru fáir sem voru með á nótunum og engir voru neitt sérstaklega á móti konginum og margt í þeim dúr sko en svo getum við spurt sko hvort vorum við heppnir eða óheppnir því að ef að Englendingar hefðu, það mjög líklegt að landið hefði farið undir einhverja krúnu á þessum tíma. Og ef að það hefði verið svo enska, þá nú ekki alveg, þá getum við nú ekki verið alveg öruggir á við sætum hér og töluðum íslensku. Nei, það hefur orðið svo einn af Skotlandseyjum bara. Já, jafnvel, já. Sko við vitum ekkert það en við höfum hvergi annars staðar einhver dæmi það að Englendingar hafi virt svo veist þessi einhverja menningarlega sérstöðu og svona en á þessum tíma náttúrulega upplýsingastefnan þetta náttúrulega skömmu eftir sko þú veist þetta í skömmu eftir Skaftáreldana og þegar að voru sem sé 15 þjóðarinnar dó og þetta eru svakalegi tímar sem eru búnir að vera þó að sko heimildir geti nú líka alveg ótrúlegt ríkidæmi samanber Óla hann út í Viðey, amtmanninn Magnús Steffensen ekki? Já, ekki Magnús, það Ólafur pappans Ólafur pappans, já, það sem þeir borðuðu átta máltíð Já, hann átti sko jarðir út allt og hafði menn notuðu svona kreppur, þú veist, til að kaupa jarðir fyrir slikk og þarna dálítið, þú veist, þarna getum við séð svolítið sko yfirstéttin á Íslandi á þessum tíma voru dálítið sko, þú veist, svona bændahöfðingjarnir og svo náttúrulega sko embættismannavaldið og konungsvaldið sko en sko alveg eins og við vorum að tala áðan þegar umræðunni leit út í eitthvað svona að það séu einstakir menn sem gerir hlutina af því að þeir séu svo snjallir að þá hefur líka umræðan verið svolítið þarna í sambandi við sko nýlendutímann að hún hefur líka farið svolítið út af sporinu þegar alltaf sagt sko Íslendingar og Danir, að Danir hafi verið okkar fjændur. En ég meina í yfirstéttin
yfirstéttin danska fór ekkert betur með Dani en íslensk, eða skilur en var með Íslendinga. Þannig að þetta var ekki þann, sko, já, þetta var ekki sko, sem kjarni málsins var ekki þessi, sko, að þetta væru tvær þjóðir. Enda skildu menn þetta alveg að held ég á þeim tíma að við tilheyrum, sko, danska ríkinu og hérna, svo að við erum... Má ég spyrja arfleið byltingar Jörundar, hundasákonum. Hún ekki mikil. Íslendingar svona, við erum gjarnt að henda gaman af honum. Hann ekki bygginn alvarlegur, hann svona grínfígúra í Íslandssögunni. Það vegna þess að menn nóttuðust byltingaraflið og hann skrifaður svona frekar niður? Já, sko, þetta mjög áhugaverð pæling, sko. Af því að, sko, þegar þetta gerist 1809 og þú sér, sko, eins og Fjölnismenn, þeir kom ekki fyrir miðja öldina. Fjölnismenn, þeir vísa aldrei til Jörundar, ekki svo ég viti Og, sko, yfirleitt var náttúrulega, sko, hér var yfirleitt bara talað hann sem, sko, skilur, þú veist, svona einhvern svona valdaræningja, sko. Svolítið svona eins og alþýðumaður sem valdi stígu til höfuðs, hann svona eins og jepp á fjalli eða eitthvað. Svoleiðis Já, jú, sko, jú, og sko, það ekki fyrr en, sko, ég held að segja aldamótin, sko, þá fara einhverjir að endurmeta byltinguna. Fara svona í ljósi, sko, þjóðfrelsisbaráttunnar. Síðan verður hann líka, svo kemur þetta svona þessi, sko, eins og okkar tími, sko, við fáum alltaf þessa mynd í gegnum eins og Jóns Árnason og þú veist, þetta sé svona Sailor og svona gleði og glens og þetta allar þessar myndir eru kannski einhver svona partur af myndinni. En síðan voru það líka, held ég, voru það auðvitað anarkistarnir, sko, einhverjir í búsáhaldabyltingunni sem vildu, sko, taka fánann hans Jörundar. Það var hann sem átti að upphaflega að fara upp á þinghúsið þegar Baugsfáninn fór svo. Þannig að, sko, já, sko, þetta auðvitað svolítið svona merkilegur atburður í Íslandssögunni. Algjörlega og hluti af sko, af því sem að gerast þar á heimsvísu. Sko, þetta eru þessi tímar, sko, þegar að einmitt, sko, þú veist, þessar ráðandi stéttir að missa tökin og það birtist til dæmis á Íslandi birtist þetta þannig að nákvæmlega á þessum tíma að, þú veist, að fólk verður svona, það talað að komi svona los, fólk hættir að hlýða, það tekur ekki yfirvöldin lengur alvarlega, það leggst í flakk og flakk bannað og alls konar svona og þá koma upp svona ýmis konar mál og menn rífa kjaft við sýslumenn og þú veist, sko, það missir svona svolítið málið, sko. Og það var kannski svolítið svipað og gerðist að einhverju leyti, sko, í búsáhaldabyltingunni og þessu, sko, að þetta kerfi, allt þetta tungutak, sko, eins og hagfræðingana og lögspekingana og stjórnmálamannana, þetta tungutak misti svolítið lögmæti sitt, sko. Það var eins og að það föttuðu allir, sko, það var allt í lagi að segja að þú botnaðir ekkert í því hvað þið væri að segja. Einar, má ég spyrja þau enn eldri byltingu sem að, ég veit ekki hvort þú hefur hugsað sem að þrælar Hjörleifs sem að gerðu uppreisn og rápu kvalara sinn. Þetta ekki menn sem eru hátt skrifar í Íslandssögunni?
þótt þetta sé eiginlega fyrsta frelsisbarátta Íslendinga, þar sem uppreist gegn kúgunarvaldinu. Kanntu skýringar á því, okkur við höldum ekki Dufþaksdag hverju ári, til að fagna þessari frelsishetju? Já, kona mín nú frá Dufþekju í Rangárssýslu. Þetta þetta sem hefur verið að gerast núna hefur alveg sett þessi mál í nýjan fókus, sko. Við höfum allir hugsað þetta, þú veist, þetta með þræla Ingólf sem voru að leita að súlunum og svo þræla Hjörleifs og það er alveg býr einhvers staðar í öllum þessum sögum er þessi saga líka kannski einhverju leyti til dæmis í sögunum Melkorku sem að Höskuldur keypti á þrælamarkaði og hún neitar að tala hann heldur þeir halda að segja hún sé mállaus. Svo þegar hún fæðir barn Ólaf Höskuldsson þá kemur í ljós að hún talar við hann á ísku og þannig að einhvers staðar er þetta svolítið svona innanum og saman við, en þetta er náttúrulega engin saga, ég veit ekki alveg hvernig við getum brugðist við þessari sögu. Hefur þú einhverja... Við erum náttúrulega svo sjálfstæðisbaráttan okkar og eiginlega öll sagan og sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar er svo samofin höfðingjasögu landnáms og þjóðveldisaldar að það er eiginlega eins og að bara þú talar einhvern veginn áðan að það hefur verið svona breytingar á hugmyndum eins og svona ég veit ekki kannski við þegar fljót ryður sig. Það þyrfti eitthvað svoleiðis afl til þess að við myndum hrista þá sögu af okkur heldur. Það þurfum við. Jú, hún er náttúrulega, jú. Hún er náttúrulega, þú veist þessi líka auðvitað hugmynd úr bókunum öllum höfðinglegan og konunglegan uppruna okkar. Svo kemur allt í einu stund þar sem að það er kannski ekkert gott að vera komin af höfðingjum og þrælahöldurum og það sé bara betra að viðurkenna það að það sé komin af þrælnum, Já. Herðu það, ein bylting sem ég veit ekki hvað er að kalla hana, nú er 17. júní, eftir 2 daga þá 19. júní og þá er fagnað því að konur fengu kosningarétt og fátækir karlar eða eignalausir karlar 1915. Fyrir þann tíma hafði verið mikið barist fyrir réttindum annara heldur en eignakalla, borgarastéttarinnar í íslenskri útgáfu, stór bænda og þeirra sem áttu eitthvað undir sér eins og sagt var. Það tók mörg ár og þetta eiginlega gerist áður en til dæmis verkalýðshreyfingin nær að formast að einhver ráði. Þannig að þarna er kannski bylting sem á kannski rætur að rekja í svona uppvakningu sveitana, kaupfélögin, samvinnuhreyfinguna, ungmennafélögin, bindindishreyfinguna, lestrarfélögin, einhver svona vakning þjóðarinnar sem á sér stað raunverulega áður en að nútíma Ísland verður til, í endamörkin á gamla Íslandi. Þetta er merkileg bylting. Þetta er merkileg og þarna ertu líka að tala sem tengist auðvitað líka þessu gamla með höfðingjana og það allt að það er einhver það er dálítið þessi sérstaða sem liggur í menningunni sem er þess sem kemur fram einmitt í læsinu og menn hafa stundum sagt að sauðfjárrækt sé mjög góð til andlegra iðkana, það sé svona rólegt á veturna og svona í gegnum söguna og svo hafa menn líka líkt svo kemur svona eins og upplýsingastefnan og menn hafa líkt eins og baðstofumenningunni, þú veist, þannig að það verður ekki þessi eins og er nú svona oft undirstrikað, það verður ekki þessi
svona afmennskun alþýðunnar, sko, sko, þannig að sem gerir það, þú veist, að sko verkum til að mynda, sko, þú veist, þetta sem stundum talað sem nú kannski eitthvað að breytast, þú veist, þetta með að það hafi aldrei orðið svona menningarleg, eins mikil menningarleg stéttaskipting hér eins og víða annar staðar, sko. Eins og að þú hugsar út í það til að mynda, ef þú til dæmis í Englandi, að þar myndur ekki hafa, sko, sem sé, þú veist, sko, þú veist, hverjir lesa bækur. Sko, það er ekki, sem sé, það er ekki reiknað með að lágstéttirnar lesi til að mynda. Og ef þú fer til dæmis Suður-Ameríku, sko, inn í bókabúð í Argentínu eða Úrúgvæ, þá kosta bækur alveg sama og hérna, skilurðu. En hérna, launin aðra nauðsynjar vinna. Já. Og sko, og þú veist, og þannig að þetta, þú veist, sem að menn hafa velt fyrir sér og þú veist að, sko, og Laxness var nú stundum að pæla í, sko, að stéttaskiptingin náði ekki beint upp í hausinn. Og það kannski líka svolítið svona ákveðin svona von í því líka, sko, þannig að eins og þetta sem þú ert að segja, sko, þessi réttindabarátta, sko, hún fer fram, sko, í samfélagi einmitt sem það sem hún kannski ætti ekki að fara fram. Nú er 17. júní, hérna, við erum búin að vera svona að fara yfir hérna Íslandssöguna raunverulega og ótrúlegt baráttu sem ótrúlegur mikill fjöldi fólks hefur lagt á sig til þess að búa hér til skaplegt samfélag. Já. Þegar að vera að ræða Íslandssöguna, hún ekki alveg á þessum nótum svona það sem að maður heyrir í hátíðaræðum og svona, það sem hefur verið að minnast, sko, baráttu verkalýðshreyfingarinnar. Það voða sjaldað sem maður heyrir bara baráttu fólks fyrir kosningarétti fyrir utan svona kosningarétt kvenna en raunverulega ekki mikið baráttuna sjálfa að fjalla. Við erum ekki töm að tala við tölum frekar eins og við höfum alltaf verið sammála. Að raunverulega samfélag sé ekki byggt upp á baráttu einstakra hópa fyrir réttlæti, heldur frekar eins og við höfum alltaf verið meira og minna sammála og verið alltaf í sama báti og verið alltaf vissum hvert við ættum að sigla. Það náttúrulega ekki þannig. Já. Jú, það náttúrulega oft líka verið að tala að, sko, í mótvindi, sko, þá séum við best, sko, þú veist að það ábyggilega líka komið svona moment, sko, eins og í sambandi við hérna hamfarir og fleira, sko, þar sem að við erum einhvern veginn í sama báti, sko, og hérna, þannig að, sko, skilurðu, sko, mýturnar, að þær eiga náttúrulega alltaf einhvern veruleika á bakvið sig, en auðvitað hefur, auðvitað hljóta þessi hluti, sko, núna, það er einhvern veginn miklu meiri hreyfing á, ég held að þeir tímar sem við höfum verið að lifa núna, að það er svo margt að breytast inn í hausnum á okkur, sko, sýnin á svo marga hluti, sko, breytist miklu hraðar, sko, þú sér kannski á milli 1950 og 70, segjum bara, tökum sem svona, að þar var alveg hægt að halda sömu 17. júní-ræðuna, skilurðu. En ég held að þetta sé að breyta, sko, nú þarf að fara að taka tillit til samfélagið er orðið fjölbreytilegra og þú veist, sko, fleiri hópar komnir á mælendaskrá og þú veist, sko, það verður bara, þú veist, að vera alltaf að tala þessa, þú veist, svona sigurreifu forfeður, þú veist, þetta sama þessi gamli orðaforði, sko, hann hættir að svara til veruleika, skilurðu. Og ég held að við séum í rauninni í mjög frjóu ástandi, sko, hvað þetta allt varðar. Það allt til endurskoðunar og líka Íslandssagan. Einar Már, við erum runnir út á tíma. Ég þakka þér kærlega fyrir mjög áhugavert spjall og stikla svona í gegnum Íslandssöguna. Þakka þér kærlega fyrir að koma til okkar.
Hlustendur, þakka ég fyrir að hlusta á okkur. Gleðilega þjóðhátíð. Við sjáumst hérna aftur á morgun. Þá munum við vera að ræða svipaða hluti, kannski ekki svona í sögulegu ljósi, heldur meira nær raunveruleikanum sem hérna úti akkurat í dag. Við sjáumst þá og þakka ykkur kærlega fyrir að sitja hér í kvöld.